streymt líka og menn geta séð þetta. Gjörðu svo vel. Já, já, góðan daginn. Ingi Tómasson heiti ég og formaður skipulags- og byggingaráðs. Og ég býð ykkur sem hérna í sal velkomin og eins ykkur sem að fylgjast með í beinni hérna á Facebook síðu Hafnarabæjar. Við erum að fara að fjalla breytingar á aðal- og deiliskipulagi Hlíðarbrautar og til að fara í þær breytingar hérna, Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi hérna á staðnum og hann mun fara yfir það skipulag. Eins og sagði þá fundunum strengt beint á Facebook síðu Hafnarabæjar og eftir kynninguna verður hægt að senda inn fyrirspurnir gegnum sömu síðu sem strengt á og eins tökum við hérna við fyrirspurnum úr sal. En ég byrji bara og Þormóður tekur við og svo förum við í fyrirspurnir og eftir. Já, það er að koma þessu á sig. Við getum svona haft Nei, þetta kemur örugglega hérna fyrir rest. Þannig að hún gerir þetta, þannig að nú ætti að heyrast í mér. Þannig að ég býð ykkur velkomin og hérna það er gaman að sjá að menn mæta hér á fundi þrátt fyrir tíðarandan COVID og svo framvegis. Og þeir sem heima sitja, ég býð ykkur eiginlega líka velkomin. Það sem við ætlum að gera hérna er að kynna hugmyndir varðandi uppbygging og breytingar á svæði umhverfis St. Jósefsspítalann og það ná annars vegar til leikskólalóðar og svo hins vegar til svona ýmsar breytingar sem við erum að bjóða upp á að séu möguleikar á endurgerð og St. Jósefsspítala. Ef við byrjum kannski bara á þá næstu mynd þá það þannig að Hafnarfjörður náttúrulega hluti af skipulagssvæði höfuðborgarsvæðisins og sem slík hefur höfuðborgarsvæði gengist undir það að stefna því að reyna þétta byggð sem mest, þar að segja vaxtamörk núverandi höfuðborgarsvæðis á ekki að teygjast út öll fyrnindi og menn eiga að fara að skoða ýmsa hluti svona innan sinna bæjarmarka og athuga hvort það sé ekki möguleikar á því að þétta byggðina bæði með það að bæta úr og betri nýtingu á almenningseign, þar að segja innviðum og fleiri þeimdur. Og Hafnarfjarðarbær tók þá ákvörðun 2016 að setja af stað hóp sem vann svona nánar útfærslu á innviðum og uppbyggingamöguleikum í Hafnarfirði og eitt af þeim svæðum sem menn bentu á var þetta svæði. Og það sem við þurfum þá að gera þegar menn fara að skoða svona hluti, það í raun og veru að skoða í raun og veru hvaða skipulagsbreytingar kalla þetta á. Hvert sveitarfélag skylt að vinna svo kallað aðalskipulag þar sem menn í raun og veru skilgreina hvernig sveitarfélagi ætlar að nýta sitt land. Og það í raun og veru í sjálfsæri miðað við lögin það í sjálfskipaðri endurskoðun á 4 ára fresti. Og þetta svæði sem hér til umfjöllunar í raun og veru skilgreind í núverandi landnotkun sem stofnana opinbert svæði. Í ljósi þess að þarna náttúrulega á spítalinn sína sögu og svo framvegis og hann hafi fengið og að fá nýtt hlutverk. Nú jafnframt þarna leikskóli sem hefur flokkast í sama og það getur ráð fyrir því að hann hverfi og svo framvegis og þessu til þess að kynna þetta þá þessi tillaga sett fram. Nú ef við kíkjum þá bara á í raun og veru sjálfa aðalskipulagsbreytinguna sem á sig þá stoð bæði í heimildum sem að finna í gildandi greinargerð aðalskipulagsins og eins og ég vitnaði í þarna greinargerðin fjallar höfuðborgarsvæðið að þá hér að ræða óskup kannski litla breytingu svona þegar mann horfa á þetta kort en ef við horfum á korti sem þarna vinstra megin fyrir ykkur sem horfi beint á þetta að þar sjáu þið að það þarna eilítill rauðleitur blettur
umhverfis þar sem Sankti Jósefsspítalinn er. Það er að segja, ég reyna að teygja mig hérna og sýna hvar hann er. Og það sem hér er að ræða er þá að þessi tillaga gerir ráð fyrir því að rauði bletturinn, það er að segja, þessi opinbera stofnanalóð, að hún minnkar og það skapast þá möguleiki fyrir íbúðabyggð. Þetta er svona grundvallarbreyting sem þarf að eiga sér stað áður en sjálft deiliskipulagi sem er svona fyrirbæri sem við getum sagt skilgreini betur hvernig byggðin mun líta út eftir þetta. Og þegar þetta er garð gengið þá getur deiliskipulagið tekið við. Það er jafnframt í lögunum heimild til þess að auglýsa þessar breytingar samhliða og það er það sem við erum að gera núna. Við erum að auglýsa þessa landnotkunarbreytingu samhliða deiliskipulagsbreytingunni. Og ég veit ekki hvort það er mikið meira þetta að segja, það er í raun og veru vitnað þarna í greinargerð gildandi aðalskipulags og hvað breytingin felur í sér varðandi landið sem slíkt. En ef við snúum okkur þá að deiliskipulaginu, og þetta er það sem ég var að segja, að sko við erum að auglýsa þetta samkvæmt þessu reglugerðarverki og þarna er líka gefinn kostur á því að koma athugasemdum á framfæri eða sjónarmiðum og við bendum á að það skuli ske þá fyrir 4. júní næstkomandi. Það er sá tímarammi sem lögin kveða á Nú ef við förum í næstu, þá er það deiliskipulagið og í raun og veru gildir það sama, auglýsingatíminn er jafn langur í báðum tilvikum og það þýðir að við höfum þarna möguleika á því að koma sjónarmiðum á framfæri fyrir deiliskipulagið líka fram til 4. júní. Þannig að ef við snúum okkur þá síðan að deiliskipulaginu eins og við gatum áðan, að þá er deiliskipulagstillagan, hún sýnir í raun og veru breytingu fyrir sem við sjáum hérna efst upp í vinstra horninu. Það er að segja að þar er núverandi fyrirkomulag og hvernig lóðamörk og annað slíkt er, innkeyslur á lóð, bílastæði og fleiri þeimdur. Hægra megin, sú litaða, er aftur á móti tillagan sem sýnir breytinguna á lóðum og hvernig breyting á innkomu á lóð verður, fyrirkomulag bílastæða á lóð og fleiri þeimdur. Deiliskipulagið kveður síðan á ýmislegt í greinargerð varðandi mögulegt byggingamagn og fleira í þeimdur og hvernig lóðirnar skiptast, húshæðir og fleiri meira af þeim tengdu. Ef við í raun og veru kannski snúum okkur því að við tökum núna og skoðum einstaka myndir hérna, svona til þess að skýra innihaldið í deiliskipulaginu og hérna má ég ekki bara biðja næstu, að þar er í raun og veru þessi mynd tekin og stækkuð upp þannig að við sjáum hana betur. Vinstra megin er núverandi fyrirkomulag, það er að segja, það er Hlíðarbraut 10 lóðin sem við erum að skoða og Sankti Jósefsspítala sem er þá Suðurgata 41. Deiliskipulagsbreytingin nær bara til þessara 2 lóða. Og þar gerum við að tillögu að við í raun og veru breytum mörkum lóðarinnar Suðurgötu 41, það er að segja Sankti Jósefsspítala, bætum því í raun og veru við þá lóð sem var Hlíðarbraut 10 og búið þar til 4 nýjar lóðir. Það er að segja við gerum ráð fyrir því að þar geti komið 4 ný hús með aðkomin alltaf frá Hlíðarbrautinni. Við tökum síðan í raun og veru og breytum aðeins innkeyslunni og bílastæðum á bakvið Sankti Jósefsspítala. Við fækkum þeim ekki, við snúum þeim bara við á lóðinni til þess í raun og veru að það verði svona snirtilegra. Þau teygja sig nú í dag í ýmsar áttir og menn nýta lóðina með svona ýmsum hætti og við erum svona að reyna í tillögunni að koma skikk á þau mál. Varðandi deiliskipulagið, þá erum við þarna með þessa mynd hérna, þá erum við að gera ráð fyrir að við Hlíðarbrautina komi 4 lóðir og þar er gert ráð fyrir því að lóðunum sem eru næst innkeyslunni og Sankti Jósefsspítala komi í raun og veru 2 stykki parhús.
Það er að segja 2 íbúðir í hvoru húsi, þarna á númer 16 og 14. Og aftur á móti gerum við ráð fyrir að þar sem sjálfur leikskólinn stóð komi 2 einbýlishúsalóðir. Þannig að heildarfjöldi íbúða verði 6 á svæðinu við þetta. Það er gert ráð fyrir því að aðkoma að þessum húsum verði öll frá Hlíðarbrautinni og við gerum ráð fyrir því að þarna sé í raun og veru 1 bílastæði á íbúð inn á lóð og síðan fái menn, þau eru færð aftar inn í lóðina til þess að auka á svona suðlæga garð. Við gerum í tillögunni jafnframt ráð fyrir því að halda í klappir og fleira sem þarna á lóðinni og jafnframt eftir fangum að halda í þann gróður sem þarna í kring. Sérstaklega eru þarna fengileg tré sem eru byggingarreitir eru færðir þannig til að það tré eiga standa. Ég gleymdi að geta þess reyndar áðan þegar ég var að fjalla þessa lóð að við gerum jafnframt ráð fyrir því að viðbygging aftan úr kapellunni að hún megi víkja. Já, það kemur að því að þessari lóð. Á þessari lóð, aftur á móti, erum við í raun og veru að breyta bílastæðum og fyrirkomulagi þeirra. Við erum að gera ráð fyrir því að viðbyggingin aftan úr kapellunni, hún víki og jafnframt heimild fyrir því að núverandi svona mannvirki þarna aftan á húsinu sem aðkoman að spítalanum og fleira að því megi breyta þannig að leysa megi á snyrtilegri hátt aðkomumál að húsinu baka til og fyrir hreyfihamlaða líka því að það náttúrulega eina af þeim skyldu sem við þurfum að uppfylla í dag að aðgengi fyrir hreyfihamlaða eða hreyfiskerta sé sem best. Það alltaf vandamál þegar maður með svona gömul hús og maður þarf að eiga við í raun og veru ákveðin tíðaranda, halda í hann, þannig að það svona ekkert alveg hlaupið að því. Það sem fólk hefur náttúrulega séð núna að það búið að ganga í það dæmi að rífa viðbygginguna sem var framan á spítalanum og það svona fyrstu skrefin í að færa húsið í upprunalegt horf ásamt því að endurnýja og færa glugga líka nær upprunalegu horfi. Þannig að stefnan náttúrulega að Sankti Jósefsspítali verði svona bæjarprýði í framtíðinni. Nú, hér svona skýringamynd af tillögunni. Það í sjálfu sér eins og það sem ég gat varðandi Sankti Jósefsspítala, þá það nú kannski bara þetta, það felst í orðum mínum hvað menn stefnað að gera þar. Það kannski mikilvægara að menn átti sig á í raun og veru varðandi nýbyggingarnar að þá eins og ég gat áðan að þá eru syðstu lóðirnar, það segja 14 og 16 og það gert ráð fyrir parhúsum. Þessi hús eru öll á 2 hæðum og grunnflötur húsana mismunandi. Einbýlishúsin eru 10 sinnum 11 metrar að grunnfleti með heimild til smá útbygginga. Það að segja þau geta orðið hámarki 110 fermetrar að grunnfleti. Þau eru 10 sinnum 15 í parhúsunum, það að segja hver íbúð yrði því að hámarki 75 fermetrar grunnfleti á 2 hæðum þá 150. Nú, það gert ráð fyrir í þessum tillögum líka með tillit til sólar að síðdegissól og seinnipart dags þá njóti menn garðsins sem snýr að Sankti Jósefsspítala. Að framanverðu aftur á móti gert ráð fyrir að geti komið smá útbyggingar út úr húsunum sem þá líka veita möguleika á svölum ofan á þeim. Það 1 hæðar viðbyggingar sem fá að koma þar út. Og með þessum hætti við að reyna að ná svona smágerðum, fíngerðum mælikvarða í þessi nýju hús þar þau falli betur að og vel að þeirri byggð sem fyrir Nú, ef við förum svo áfram, að það hér svona reist þrívítarmynd af kubbunum. Ég vek athygli á því að þetta ekki útlit, heldur þetta í raun og veru byggingamassin, formin að hámarki. Og þar sést kannski best á þessum skýringamyndum það sem ég var að tala að það talað að það sé heimild fyrir mögulegum svona útbyggingum á fyrstu hæðinni og menn geta þá verið með svalir ofan á. Bæði það náttúrulega landið hallar og sólin lægra á lofti, þá hafa menn líka ef menn næst ekki sól nóg en hér, þá geta menn varð á svalirnar uppi.
en það er líka í raun og veru krafa frá eldvarnarsjónarmiði að í dag ef íbúð á 2 hæðum þá verður að vera flóttaleið af báðum hæðum. Það er bara krafa í byggingarreglugerðinni í dag. Nú síðan er talað það að það er heimild fyrir því að þessi bláu litir þarna, að það er verið að stinga því upp á því í skipulaginu að menn vinni með einhvers konar gluggasetningu og þakglugga mögulega upp á það að fá birtu þá lengra inn í miðju húsrýmin. En þetta í sjálfu sér bara heimildir, það er ekki verið að skikka, heldur þetta heimildir til að leysa það með þessum hætti. Þetta í raun og veru hvernig lóðaskiptingin yrði, þeir sjáu á þessu líka hvernig lagt til að bílastæði og fyrirkomulag bílastæði og lóð verður og það líka byggt á því í raun og veru að menn fái sem bestan sólargang í lóðinni. Nú ef við höldum svo áfram að þá líka hérna verið að í skýringamyndunum að skilgreina betur gagnvart þeim húsum sem eru þarna að ég nefndi þarna dýptin á húsunum frá götu eru 10 metrar, meðfram götunni í tvíbýlishúsunum eru þeir 15 metrar, nema í einbýlishúsunum þar eru þeir 12 metra minni mig. 11 metrar fyrirgefið, 10 sinnum 11, það voru 110 á grunnfletti. Þannig að þetta eru í raun og veru lítil og nett hús og þetta svona hámarks byggingamagn sem verið að bjóða upp á með þessu. Nú gagnvart í sjálfu sér götu og því rými sem þarna, þeim húsum sem í kring, að þá náttúrulega sýna þessar skurðmyndir hérna, annars vegar Sankti Jósefsspítala, hvernig hæðin á þessum húsum og síðan hvernig aðliggjandi hús þarna við Hlíðarbrautina eins og þarna Hlíðarbraut 9, skurðmyndi því. Við gerum ráð fyrir því að hæðsti punkturinn á húsunum fari upp í 7,8 gagnvart götu, megi ekki fara hærra og við erum að stefna því að það verður þá einhalla þak til þess að draga sem mest úr skuggavirkni sólargangs á baklóðuna og svo framvegis. Ástæðan fyrir að þeim megin svo að ef punkturinn væri garðmegin í húsinu þá þið skugginn lengri í þeim suðurgarðinu sem við erum að stefna að húsin fái. Nú, jafnframt þarna í þessum skýringamyndum framanverðu sem snúa að Hlíðarbrautinni þá sjáum við hvernig þessi útskot eru hugsuð, heimildin fyrir þeim og það þarna merkt línan 2 hæðir, þar fyrir ofan gert ráð fyrir að komi svalahandrið og þau verða þá vonandi úr einhverjum léttum efnum, járni eða gleri þannig að við sjá í gegnum þau og það dregur þá úr stærðar áhrifunum á þessum útbyggingum á einni hæð. Nú ef við höldum svo áfram og rennum yfir næstu að þá í raun og veru þetta kynningin en við viljum endilega hvetja til þess að menn sendi þá inn athugasemdir og sjónarmið varðandi þessu uppbyggingu og þessu uppbyggingar áform. Það má segja að betur sjá augu en auga, þannig að við viljum heyra í sem flestum og vil ég í raun og veru bara í kjölfarið á þessu og opna fyrir fyrirspurnir. Þakka fyrir dómur, ára lengri haldið að þá voru snöggrar á netinu í fyrri útsendingu en það komið í lag núna og það var eitthvað varðandi interneti sjálft. Þeim fundi verður strengt aftur klukkan 8 og síðan hægt að horfa á upptökuna þaðinni frá í einhvern ákveðin tíma. En þakka fyrir dómur og það opið fyrir spurningar og ég hef þannig átti ég labba bara með hljóðnemann og það sem og við heyrum spurningarnar. Og við byrjum bara það komna spurningar sem sagt inn á Facebook síðuna. Já, það ein spurning að íbúar hafa dálitlar áhyggjur af hlaðna veggnum á svæðinu og hvernig það verið sem sagt verndað. Veistu þú það? Það getur ráð fyrir að hlaðni veggurinn sé áfram. Já, það gert ráð fyrir að hann sé áfram, já. Verði bara hluti af, hvað ég var að kalla,
lóðarhönnuninni Og klappirnar. og klappirna líka. Það er lögð rík áhersla á það og það er líka búið að staðsetja og mæla þarna glæsilegustu trén þannig að það stefnt að því að þau verði líka áfram. Ég gat þess áðan að sko byggingareitur húsana er færðu frá þeim til þess að tryggja svo sé og svo verði. Það er önnur spurning. Það er spurt hvers vegna ekki frekar að gera útivistarsvæði á lóðinni frekar en að hrúa upp íbúðum þarna. Er ekki nóg pláss enn úti á völlum og í Skarðshlíðarhverfi? Já, ég gat þessu upphafi að það er stefna í gildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar að skoða möguleika á þéttingu innan núverandi byggðar og það var settur á laggirnar hópur sem vann ákveðna þéttingaskýrslu að taka ákveðin svæði til skoðunar. Þetta er eitt af þeim. Við erum að skoða þessa möguleika og nú er verið að kynna þessa tillögur möguleikan á því og eftir kynninguna og eftir auglýsingatíma þá náttúrulega verður tekin ákvörðun hvort haldið verður áfram eða ekki. Þannig að hérna, ég held að það ætti að svara spurningunni. Það er spurning hérna úr sal hérna. Getur endur tekið fyrir mig hvað það er langt frá húsunum sem eru sem sagt einbýlishúsunum fram í lóðinni, hvað er mikið bil frá lóðamörkum og að húsunum? Meinar út í götu eða? Nei, ég meina inn í garðin. Inn í garðin hérna bakvið? Nei, þarna sem er... Það er hérna. Það er 7 metra fjarlægð. Lengst í vestur. Hérna. Sko, húslínan fyrir hús sem kemur þarna númer 10, það er 7 metra inn frá lóðamörkum og húskroppurinn er 10 metrar. Það er að segja að þessi hérna lína er í 17 metra fjalla frá lóðamörkum við götu. En fram að sko lóðamörkum að framan. 39. Hérðan á milli. Ég meina heim að þeirri lóð. Hvað er það langt? Hérna? Nei, heima húsinu sem á... Hérna? Já. Já, það er í raun og veru 2 metra frá, nær 2 metra hérna inn frá núverandi leikskólabyggingu. Já, ég held ég sé ekki meina það. Má ég koma? Já, gjörðu svo vel. Sérð skuggar af byggingu í leikskólabyggingunni? Þetta er leikskólabyggingi hérna, þetta skástrikaða. En númer 10, mér langar að vita hvað þessi lína er löng frá þarna og heima lóðinni. Hingað. 39B. Sko, ég hef það mál ekki nema að komið fram í sneiðmyndinni en við getum hérna séð þetta á myndinni hérna að hérna það er málsett á myndinni. Og þetta er reyndar, já. Lóðamörkarna sem er við Sandi Jó og ef við skoðum þá aftur hérna við að það er... Og þú ert að spyrja þessa velend hérna fjallaðin hérðan er 9,2. Já. Þannig að það er meira. Og þetta er, sko, þetta er pallur sem er þarna fyrir framan. Já. Þannig að það er 10, þá sér það svona grænleitt eða gráleitt svæði þarna í kringum. Það er húsið sjálft, hitt er bara hluti af garðinu. Þannig að það er í rauninni lengra. Hvað er svo húsið sjálft hátt? Það er 7,8 metra hámarki. Svona. Og hallar takið þessar. Já. Þannig að það er ekki 7,8 við götu. Nei. Já, Jú, við götun er það 7,8. En ekki út mót, þú ert vantanlega íbúið þarna. Það er hæðst við götu og þú ert þarna á bakveg, ekki satt? Hér í 39. Já, það er lægra mót þér. Já, það er lægra. Nú það hallar í þá áttir. Já, Já. þannig að það er lægra þín megin. Við værum með þennan þakkalla til þess að draga úr skuggavirkni á lóðina hérna og það myndi þá jafnframt sko minnka skuggan yfir
á mína lóð. Það er önnur spurning hérna á sal. Já, sæl, ég heiti Erna og ég er á Hlíðarbraut 8 og ég er bara að byrja að fagna því að það sé eitthvað að vera að gera á þessu svæði. Þetta er orðið ósköp draustulegt, svo vaxill var það sagt. Þannig að við erum svo sem ánægð með það og ánægð með að sé að færast líf í spítalann aftur. En það sem að ég hef áhyggjur af náttúrulega lóðamörkin hjá mér fyrst og fremst og hæðamunurinn þarna. Klöppin kemur upp á Hlíðarbraut 6 og hún kemur upp eins og þið vitið á Kató leikskólanum og við vitum ekki alveg hvernig hún liggur þarna á milli. Ég veit allavega að lóðin hjá mér, það er mjög stutt ofan á klöpp sko og þetta er bara svona eins og leðja sem liggur ofan á, vatni fer ekkert mikið í burtu þarna sko. Og ég hef smá áhyggjur af sko húsinu sem verður næst mér, Hlíðarbraut 10 sem verður. Það er sýnt sko, auðvitað vil ég hafa húsið sem lægst, það er ekki spurning, en á móti kemur að það er hvort að klöppin sé þarna undir, því að þarna er svona eins og 60 cm hæðamunur í dag og maður velti fyrir sér hver ástæðan fyrir því að Kató leikskólinn var hafður svona hátt, var alltaf losnað við að sprengja klöpp eða eitthvað svo leis og hvort að það verði þá sprengingar, hvort að sé ekki bara ástæði til að rífa leikskólan og aðeins taka ofan aðeins og svona áður að þið kannski klárið þetta. Það er náttúrulega eðlilegt Vita eins? Sko, það er náttúrulega eðlilegt í öllum framkvæmdum að náttúrulega mannvirki verða rifin sem fyrir eru á lóðinu og það þarf að vinna náttúrulega grunnvinnu að væntanlegum húsum. Hæð á klöpp þarna undir, hún verður könnuð. Ég get ekki því að menn þurfa náttúrulega líka að ná frárensli og slíku frá þessum nýju húsum. En miðað við þessar frumathuganir á því og deiliskipulagið hérna er að segja okkur er að við létum hæðarmæla hallan í götunni og við sjáum þarna sko að á milli lóðamarka fyrir þetta númer 10 að þar er í raun og veru ósköp lítill halli akkurat á þeim kafla en okkur er alveg kunnugt í raun og veru líka vandamáli sem þú nefndir og við þekkjum líka vandamál með yfirborðsvatn í Hlíðarbrautinni sérstaklega það neðardregur og það hefur verið svona til skoðunar sko heildarlausn á þeim málum. En þetta er hámarkshæðin sem við erum að gefa þarna miðað við í raun og veru mér sýnist þetta að vera 22,18 og 22 og 17 þannig að það er nánast engin halli þarna á milli og þá 7,8 er hámarksmöguleikinn þar á milli. Frágangur á lóðamörkum á 8 og 10. Já. Hvernig hafið þið hugsað það? Sko það er almennt í svona úthlutuna skilmálum að sko frágangur á lóðamörkum er háður samþykki beggja aðila sem þýðir að sá aðili sem hugsanlega byggir númer 10 að hann þarf að leggja inn gögn þar að lútandi og hvernig lóðamörkin eiga að vera frágengin hvort sem það eru hleðslur, steyptir veggir, stóðveggir, gróður eða hvaða leið menn velja og það sem er akkurat í lóðamörkum er þá samkomulagum eða girðing eða annað slíkt en jafnframt má lóðafrágangur ekki vera með þeim hætti að hann valdi tjóni á aðliggjandi lóð sem þýðir strangt til tekið að ef það er grunur vatnsyfirborði eða vatnsrennsli að þá ber hann einhvern veginn að gera grein fyrir því þegar hann sækir byggingaleyfi og fær samþykkt svo kallað framkvæmdaleyfi. Nánar get ég eiginlega ekki svarað þessu á þessu stigi. Þykir þess að alltaf bera þetta undir ykkur, Já. hvort þið verður samþykkt þessum frá. Það eru að taka fyrst þetta hér. Eru fleiri spurningar hérna? Nei. Það eru þá bara önnur spurning úr sal. Já, Hartmann heiti ég, Hlíðarbraut 7. Kannski áframhald af spurningunni hörnu er sko hæðin 790. Akkur er þetta hærra heldur en til dæmis Hlíðarbraut 9 sem er á móti? Er einhver sérstök ástæði fyrir því? Fyrsta spurning. Viltu fá kannski svara henni bara fyrst? Sko, þessar hæðir sem er settar fram í deiliskipulagi eru svo kallar hámarkshæðir. Það er sem menn mega ekki fara upp fyrir þær. Aftur á móti er náttúrulega grunnvinnan í hönnun á þessum húsum þegar búið er að ákveða plötuhæðina á inngangsplötu hússins að þá gæti hugsanlega að þetta farið, það er 270 plata. Maður þarf líka eitthvað í þak uppbyggingu
Og síðan náttúrulega maður kannski líka aðeins að hugsa það að þetta eru ný hús að menn vildu kannski vera með hærri lofthæð í einhverjum hluta af því eða eitthvað slíkt, að þá þetta svona það sem okkur finnst á þessi stigi innan eðlilegra marka, á þess að fari mikið hærra. Síðan þurfum við náttúrulega líka að ná eðlilegum vatnshalla frá einhverjum punkti líka. Það skýringin á þessum tölum. Okay. Aðeins meira, er einhver ástæði fyrir að það er eitthvað svona nýtt, það er nefnilega, ég er búin að búa þarna í 5 ár og það er mikið lagt þarna, það er greinlega vöntun á bílastæðum frá Holtsgötum, að sé fólk leggja mikið þarna móti bara þarna í kring, þú nefndir áðan, það eru stæði verið að nýta stæðina í kringum St. Jósspítala og maður bara skilur og það er erfitt við margar af þessum gömlu lóður að það er erfitt að leggja. Er einhver ástæði fyrir því að það er eitt bílastæði, er það eitthvað verra að hafa bílastæði pluss eitthvað auka, fólk af nú, þetta eru 235 fermetra hús, þessi einbýlishús getur orðið það, líklegt að börn og annað slíkt og fleiri búa að þessu og það er alveg fjölskyldur sem eiga fleiri en eitt bíl. Er einhver ástæði fyrir einu bílastæði? Og menn það hefur nú svona verið stefnumörkun eða svona í umræðan undanfarið að reyna að draga úr í raun og veru einkabílnum. Það er rétt sem þú segir að við eigum mikið af bílum en það er svona lagt upp með það allavega þessu stigi málsins að vera með eitt bílastæði inn á hverri lóð. Á móti má segja að því fleiri bílar sem við leipum inn á lóðina þá tökmörkum við líka möguleikana fyrir að leggja í götu og því fleiri bílar sem fara inn á lóðina eins og ég bent á í upphafi þá erum við að færa húsin frá götu 7 metra. Sá morgungarður og síðdegisgarður sem yrði að hann skerðist náttúrulega líka bílastæðum. Þannig að það er ýmsar vangaveltur í gangi þegar maður velja svona lausn. En verða bílastæði fyrir framan húsin, auka bílastæði, verður hægt að leggja þetta áfram á götunni? Við gerum ráð fyrir því að það verði náttúrulega innkeyslur á lóðina og almenna reglan er svo að hver innkeysla er 2,5 metrar á breidd og það verður þá reynt að staðsetja þar þannig að í götu myndist lögleg bílastæði á milli. Þannig að það er hægt að leggja samsíða götunni. Það er spurning við, já. Já, loka spurning. Framkvæmdalega séð, hvernig verða eitthvað kvaðir á þessum útlutunum á lóðunum? Núna er þetta náttúrulega bara hæg gata og ég svo sem hef verið með lætið þarna að reyna að taka og endurnýja gamalt hús og maður er alveg verið að trufla nágrannana með því. Nú er þetta 4 hús, koma sér þétt þarna inn í hverfi. Verða eitthvað kvaðir, hvernig menn verður, eins og ef menn er að skella byggingarna, þetta gæti orðið svolítið töff fyrir okkur nágrannana meðan að vera að byggja þetta. Er eitthvað kvaðir sem fylgja þessu? Þetta er bara mjög góð spurning því að almennt í dag er það þannig að framkvæmdir af þessum tagi gilda í raun og veru bara almenn vinnulöggjöf, þar að segja að þú mátt byrja ákveðnum tíma á morgnana og þú verður að vera hættur fyrir ákveðnum tíma. Það er náttúrulega að heyra í einhverju vélsög eða einhverju slíku þegar maður er út í garði heima hjá sér að grilla að það getur farið í taugarnar á manni. Þannig að mér finnst kannski að megi alveg taka það til skoðunar að setja eitthvað slíkt í skilmála athuga hvenær nágranninn fer í sumarfrí og reyna að standa þá í framkvæmda á meðan. Ég get ekki lofað því mér. Þetta er kannski aðalega byggingakranar eða eitthvað slíkt. Ég skil maður þetta vel. Stóru hlutinir, byggja á götunni, það sem er að hugsa. Já. En mér finnst þetta í raun og veru alveg valid spurning gagnvart því þegar mann er að framkvæmda almennt í eldri grónum hverfum að það séu sett einhver skilyrði hvenær er best að menn vinni og einhver rammi utan það. Það mætti að vera einhvers konar tilkynningarskylda kannski til íbúa sem við getum reynt að standa fyrir. Það er bara svo með sprengingarna sem voru í Hamarsbrautinni sem er nú ekkert svo langt frá okkur og það var alveg mjög mikið sem mikið leiti í langan tíma. En þetta væri leið að reyna að fólk fengi þá tilkynningu að það er á þessum tíma sem framkvæmdaraðili hyggst fara í þessar framkvæmdir og þá getur fólk svona undirbúið sig hvort það er að fara í bústaðinn eða bara þetta andlega
Við vorum með, þegar í umræðu fyrir tíma COVID sko, að það er ákveðin verkframkvæmd sem er að fara í gang að húsráðendur yrðu látni vita hvenær verktækin væri að vinna fyrir framan þeirra hús þannig að mann gætu skipulagt sumarfríið eða Kanaríuferðina eða hvað það væri og verið að heiman þá meðan akkurat væri verið að djöflast þar. Við má aðeins koma að þetta er bara mjög góð ábending og spurning. Við höfum oft rætt þetta þeir svæði sem er inn, sko, þá er alveg regimunur á því að vera að vinna á nýbyggingasvæði eða í rótgrónu hverfi. Og það þarf að taka tillit til þess sem er fyrir og það er ekki bara framkvæmdin, það er umgengni líka. Og það skiptir máli hvernig gengið er og hvernig svæðið er girt af og síðan er framkvæmdatíminn að þessi ekki vera að djöflast þarna á sunnudögum og helga þegar fólk er í fríi. Og þetta er allt saman atriði sem þarf að taka á og þegar að framkvæmdaleyfi er gefið út. Og í raun og veru framkvæmdatíminn sé jafnvel sko takmarkaður eða skilyrtur. Það er bara góður punktur sem að gera þetta vel af og bara hvar er aðstöðusköpunin hjá þeim? Já, ég meina bara ekki allt lagt undir. Já, þetta er allt og þetta er bara mjög góður punktur og verður tekinn áfram inn í þetta ferli. Eða það var spurning aftan? Ég ætlaði bara að fá að ítreka að ég hef áhyggjur af klöppinni eins og kom inn að fram að klöppin þarna er ekkert venjuleg og ég þekki það bara nokkuð vel og við þekkjum hvernig hristingur var í húsunum þegar það var að sprengja Hamarsbraut og ég held að sprenginga þarna muni bara kosta jafnvel skemmtur á húsunum okkar. Þannig að ég held að sé full ástæða til að skoða mjög vel hvar klöppin liggur og aðlaga deiliskipulagið að því áður en lengra er haldið. En svo að því að var minnst á gróðurinn áðan, ég er með mjög stórt grenitré á lóðamörkum Hlíðarbrautar 8 og 10. Fyrst að verið að taka tillit til annara trjáa sem þarna eru svipuðum aldri, er gert ráð fyrir að þetta tré muni standa. Það þér? Já, það er næra stóri leiti inn á næstu lóð. Já, ég er gert ráð fyrir að þetta deiliskipulag gerir ekki ráð fyrir að önnur tré víki en þau sem er inn á svæðinu og ef rótakrónan á þessu grenitré með þeim hætti þá er það líka full ástæða til að skoða kannski byggingareitin á lóðinni. Því að rótakrónuna geta leina á sér. Það væri, eins og kom fram þá man nú ekki hvernar umsagnatími athugasemdafrestur rennur út. 4. Já, og það er að gera að koma einmitt með þessar ábendingar inn í þar einnig, sko. En ég tek fram að það er allt skrifað niður og það er haldið fundagerð. Þannig allir ábendingar og athugasemdir og tillögur eru farðar til bókar. Það er spurning Já, spurning af netinu. Það er spurt, hefur verið skoðað skuggavarp á hús og lóð á Suðurgötu 39B? Já, það liggur fyrir ef ég man rétt. Það liggur fyrir, já. Já. Jafnframt, þá kemur hérna svona ábending að það með ekki setja tímamörkin, að því vorum að tala hérna framkvæmdatíman áðan, setja tímamörkin þannig að þetta auki framkvæmdatíman í dögum talið. Já, er þetta ekki sambærileg vangavelta að koma hér fram í fyrri spurningu? Þannig að mér finnst þetta bara góð ábending og eðlilegt að við tökum það bara, jafnvel bara til einhverja ákvörðunar í ráðinu. Já. Það er spurning á. Kannski bara með svona almennt varðandi tímarama, hvað áætli ef þetta gengur allt í gegn og þannig að hvenær myndu framkvæmdir hefjast? Já, hvenær getur framkvæmdir hafist? Ég svo sem get ekki svarað því, sko, því að það þarf að klára skipulagið og skipulagsferlið. Síðan er það bæjarráðs að ákveða að fara að úthluta þessu lóðum, selja þær. Og það liggur svo sem ekki fyrir alveg. Þeir eru að tala haustu, vetur, næsta vor. Já, ég myndi ætla að þegar að þetta skipulagsferli liggur fyrir að
og ef það klárast að það verður þá farið á þessu ári að útluta þessu. Það er svona mín ágiskun er við það áttina. Já, ég get svona, kannski maður getur vitnað í raun og veru bara tölu sem svona, ég held Samtök iðnaðarins hafi tekið saman, að ef við lítum á þetta ferli svona sem stafróði frá A til Ö, að við erum raun og veru mjög snemma í því ferli, þar að segja við erum að breyta aðalskipulagi og vinna deiliskipulag, það á eftir að fara í ákveðin tímaramma, athuganir og umsagnir og svo framvegis til skipulagsstofnunar. Eftir það er hægt að fara að úthluta, svo þarf að fara að teikna á lóðina og sækja byggingarleyfi og þessi tímarammi hefur stundum verið skilgreindur sko frá 12 til 18 mánuðir. Miðað við að allt taki við af hvert öðru. Mig langar bara þá að taka undir ágjöf í sambandi við ef það þarf að sprengja, hvort það sé. Það getur náttúrulega orsakað sprungur í húsum sem nýbúar að gera við á allavega. Og sömuleiðis langar mig að spyrja, liggur ekki fyrir í teikningum af leikskólanum hvar klöppin er? Bara Og það er sko, þannig er náttúrulega að leikskólinn er það gömul bygging að þær kröfur sem við höfum til mannvirkjagerðar í dag eru allt aðrar en þegar hann var reistur. Svona atriði eins og hvað er djúpt ofan á klöppina þarna, það liggur ekki fyrir, það þyrfti að fara fram slík athugun og ég reikna nú með að við munum svona skoða þetta gaumgæfilega í kjölfar þeirra athugasemda og spurningar sem hafa komið hérna fram. En almennt er það að við framkvæmdaleyfi, við erum náttúrulega farin að tala pínlítið í spurningum hérna sem eru dálítið langt fram í tíman, en sko þegar framkvæmdaleyfi gefið út og viðkomandi aðili hefur framkvæmdir, þá náttúrulega er það ákveðnar kröfur á hann allt eftir í hvar er verið að vinna hvernig umgengnin og aðgáttinn skal vera, varðandi til að mynda klöpp, sprengivinn og annað slíkt. Og hann á þar að auki við slíka framkvæmdir að vera með tryggingar gagnvart hugsanlegu tjóni. Það er bara hluti af þeim pakka, en það er svona lengra fram í tíman. Kæmi til greina að lóðinar eru ekki að klára? Kæmi til greina að Hafnarabær myndi ganga frá lóðanum öllu, þannig að jarðvinnan er öll unnin samhliða? Það er sem væri gáfulegast upp á sko truflun, þannig að jarðvinnan er mikil truflun? Sko svona draumastaðan væri náttúrulega einhver aðili væri með allan pakkan og byrjaði í einum endanum og bara kláraði pakkan og hérna það er minnst truflun fyrir íbúa í næsta nágrenni og það er jafnframt líka þá hægt að sko við verktakarna semja sko einhver tímaramma þar sem hann byrjar og klárar. Já, ég tek alveg undir það að það er bara grundvallaratriði að það sé ekki verið að vinna þarna við þetta í mörg ár í jarðvinnu og öðru, að þetta gangi frekar hratt og vel fyrir sig. Sveitarfélög hafa sett slík ákvæði sko. Herðu, það er fleiri spurningar eða hvað? Það er kannski meira svona, hvað maður segja, svona ábending sem hefur borist. Ábending sem hefur borist? Já, svona ábending til okkar að það er ágætt að skoða dálítið hvernig hefur verið við framkvæmdir á Landspítalum þegar kemur að því að sprengja inn á milli húsa. Þannig að það er svona, við tökum þetta svona sem bara ábendingu inn í ferlið. Já, þakka fyrir þá ábendingu. Aðeins meiri framkvæmd. En ef það er ekki fleiri... En það var þarna í sambandi við skuggan, í sambandi við aðhúsunum, Já. og sagði það lagi fyrir. Já. Var það eitthvað sem þú búin að tala áður? Já, ég skal líka láta þið fá afrit af því. Já, það verður að spyrja skuggaverk og... Þetta er á netinu en ég skal bara, ef þú ert með netfang þá er bara alveg sjálfsagt að senda það. Senda mér bara tölvupóst og þú færð það tilbaka, skuggaverkið.
Þá eru ekki fleiri spurningar og eins og ég sagði áðan þá er endurtekið streymið á fyrirfundunum klukkan 8. Sáfundur og þessi verður áfram aðgengilegur á vef Hafnarabæjar og það sem hægt að skoða það sem hér hefur komið fram og það er tillögur sem liggja fyrir. Og að því sögðu að þakka ég ykkur sem eru fyrir komuna og ykkur sem hafi fylgst með fundunum og sendt inn fyrirspurningar kærlega fyrir og takk fyrir. Endilega. Þetta er svo auðvitað. Góðar spurningar og góðar